Já, góða kvöldið aftur. Pétur Axelsson heiti ég og býð ykkur velkomin aftur. Nú ætla ég að tala skýri þennan þátt lögfræði fyrir fávita. Og þá ég fyrst og fremst að tala mig sem fávitan. Og í fyrri vídeóm hef ég nú minnst á lögfræði og hvernig lögfræðin er hálfgerð latína fyrir flesta svona almenna borgara sem eru neðarlega í píramídunum sem ég hef útskýrt áður. En málið með lögfræði er að við lærum ekkert það í grunnskóla eða menntaskóla, en þetta getur skipt sköpum árangur okkar í lífinu. Þetta skiptir sköpum öryggi heimilisins, að við eigum mat fyrir fjölskyldunni, vinnuréttur og fleira slíkt. Þannig að við höfum valið að treysta stétt sem heitir lögfræðingar fyrir þessu. Og ég vil kannski líkja þessu við myrkar miðaldir. Flestir, maður lærði það í skóla, ég man eftir því að hafa lært myrkar miðaldir. Og það var kennt sem alveg skelfilegi tímar, það voru alveg hræðilegi tímar. En á myrkum miðöldum þá var það þannig að það var Guðs orð var prentað á latínu og síðan voru prestar og prófastar og fleira slíkt lið sem að fóru í biblíuskóla og lærði biblíuna og predikaði á sunnudögum og voru mjög aktífir, sem hefur gengið mjög vel á mörgum tímum í sögunni. Síðan á miðöldunum þá fara prestarnir og prófastarnir og það lið, þeir fara að misnota aðstöðu sína og það er fólki nánast bara bannað að læra latínu eða læra að lesa í biblíunni. Á þessum tíma var biblían eða dómsbókin, grunnréttindi fólks kom úr biblíunni. Og þessi stétt manna náði heljargreipum á þjóðfélaginu og fólk minnist til þessara tíma með hryllingi. Og mín kenning, mín sögu útskýring er sú að við erum í nákvæmlega sömu stöðu í dag, nema í staðinn fyrir prestana eru lögfræðingar og hæstaréttardómar og fleira slíkt lið, og í staðinn fyrir prófastana eru komnir prófessorar. Þannig að við erum í rauninni í nákvæmlega sama kerfi og var á myrkum miðöldum. Annað sem er sammerkt með þessum tíma er hin frægu aflátsbréf. Fólk man kannski eftir þeim að það var álitið alveg skelfilegt fyrirbæri í það sem ég lærði söguna. Og aflátsbréfin voru þannig að ef þú syngaðir þá þurftur að greiða til kirkjunnar gjald fyrir syndir þínar með peningum. Og mín kenning er nú sú að það hefði ekki alltaf verið byggt á játningum. Ég held að prestarnir hafi nú bara sagt, já, þú hefur nú syndgað eins og allir aðrir, þannig að þú átt að borga svona mikið eða hins egin mikið. Ég held að fólk hafi ekkert haft neina stjórn á þessu, það var bara tekið af þeim peningurinn. Og það er nákvæmlega sama í dag, nema í dag heitir það CO2 skattur. Það semst ég anda inn og svo út. Og það sem ég andaði út núna, ég þarf að borga skatt af því, það er CO2. Og það merkilega við CO2 er að tré og plöntur lifa á CO2. Og í gróðurhúsum til dæmis að þá er sprautað aukalega inn CO2 til þess að plönturnar vaxi betur. Þannig að það er margt sem að endurspeglast þarna. Nú síðan samsvörun þarna á milli. Síðan gerist það í þessu kirkjuveldi sem að þessum myrku miðöldum að þetta lið tapaði allt saman gjörsamlega glórunni. Þetta ráðandi kirkjulið.
Og þá fór að koma upp alls konar kenningar um að þessi maður væri galdramaður eða þessi kona væri galdramaður og guðlast og menn voru guðlastamenn og menn voru þetta og menn voru hitt og þá komu þessar pyntingabúðir eða þess að hvað hétt það aftur þess að þar sem að réttrúnaðar þar sem að voru pyntingahvelfingarnar þar sem fólk sem að ekki var sammála kirkjunni var tekið og pyntað gjörsamlega út og inn þangað til það var sammála allu sakramentinu frá upphafi til enda. Og þetta sjáum við í dag. Guantanamo til dæmis alveg skýrt dæmi svona stofnun. Þannig að við erum með aðra samsvörun frá myrkum miðöldum að það er réttrúna eða pyntingaklefarnir í köstulunum eða í kjallaranum í kirkjónum og rannsóknarrétturinn og það allt saman. Og síðan erum við með Guantanamo og fleiri slíkar stofnanir allan heim. Þannig að við erum að keyra inn í nákvæmlega samskonar tíma. Og svo ef að fólk lét sér ekki segjast, þá voru eflaust einhverjir sem að neituðu að vera galdramenn eða nornir eða guðlastarar alveg fram í rauðan dauðan og þá var sú þjónusta í boði. Þá voru menn bara brenndir á báli eða drepnir á skelfilegan hátt. Og það er stundað í dag. Þeir sem að og það er búið að skipta út nöfnum, þetta voru guðlastarar í den var þetta guðlastarar og í dag er þetta hryðjuverkamenn, þetta er allt saman hryðjuverkamenn. Eða eins og lagatækni heitið í Bandaríkjunum, enemy combatant eða við getum kallað bara jólasveinin eða bara, það skiptir einhverjum alveg hvað það heitir, þetta er sama fyrirbærið. Og við erum í dag og svo var náttúrulega í kirkjuveldinu í gamla daga þá varstu fyrir dómstóli, dæmdur fyrir guðlast sem byggir á biblíunni og það var séð til þess að þú gast ekki lesið biblíuna, þú vissir raun ekkert hvað stóð í henni og það var enginn að hjálpa þér að túlka hana nema það kannski einhver annar prestur eða eitthvað slíkt og þeir voru náttúrulega saman í klíkunni og vildu pynta sem flesta og sérstaklega ef það var til dæmis nágranni það var kannski vantaði einhverju land þá var mikið guðlast akkurat á þeim stöðum þar sem að prófastar eða prestar vantaði land eða vantaði einhver auðæfi. Þannig að það fylgdi saman líka. Nú, lögfræðin í dag er eins og latína fyrir venjulegu fólki. Fólk skilur ekkert, það skilur umferðarreglu, ég held að flestir skilji nokkuð vel umferðarreglunar. Og það er nú bara því að fólk neyðist þess að ferðast og þannig að fólki er leyft að kunna það utan að. En allur hinn lagabókstafurinn, þar er fólk látið missa mikið úr. Og það eru sérstaklega auðgunarlög, sem snúast peninga og alls konar svoleiðisdæmi. Þau eru mest loðin og er stöðugt verið að skrifa nýtt rugl í kringu það. Og líka til dæmis með viðskipti, það er endalaust verið að skrifa lög í dag til dæmis sem að nánast útrýma litlum fyrirtækjum eða fólki sem ætlar að byrja eitthvað nýtt. Og það eru alltaf stærri fyrirtækin sem að styðja þá lagagerð alla, eða það kemur bara í pósti frá þeim. Sem að er ástæðan fyrir að fólk í dag á ofboðslega erfitt með að starta hlutum. Sama má segja alls konar eignamál að fólk eins og á myrkum miðöldum þá sópaði kirkjan til sínum öllum eignum og fólki var talið trú að það ætti í raun engan eignarrétt. Það gat fengið að súpu í kirkjunni eða hvernig það var. Kirkjan taldi fólki trú að öll auða ætti að renna í kirkjuna
Og svo náttúrulega ef þú neitaðir að sitja auða við kirkjuna þá varstu búin að fremja synd og þá fékkstu aflátsbréf á þig. Þannig að við erum eiginlega komin með sama kerfi og var á myrku miðöldum. Það er að byggjast upp og núna undanfarin ár hefur verið gríðarleg hröðun í, þetta bara brekka sem er svolítið svona og svo bara beint niður. Og við erum á hraðferð inn í myrkara miðaldir. Og þetta er náttúrulega fyrsti þátturinn í þessari seríu, lögfræði fyrir fávita. Og þessna mun ég fara svolítið yfir þessi grunnatriði núna og þessa sögu. Ég varð fyrir því láni rétt upp úr 21 ára gamall að frelsast og í framhaldi af því var ég með algjöra dellu fyrir Biblíunni og las hana spjald á milli og þræddi öll námskeið sem voru í bænum sem fjölluðu Biblíuna. Og ég er svolítið dellukall, ég fer í svona dellu og þá er ég alveg bara fastur í því. Þannig ég lærði þá bók mjög vel. Og það Biblían er grunnur undir vestrænt réttafar og allar þessar hugmyndir sem mannréttindi, eignarrétt, þetta kemur allt saman úr Biblíunni. Og þótt að og það er ástæðan fyrir því að þessi safnhópur sem ég kalla elitan eða elitumafían í dag er svona svipugrúppa eins og prestarnir og prófastarnir og kóngarnir voru í gamla daga, eins og þið sjáið ef þið horfið á gamla Robin Hood mynd eða mynd frá myrku miðöldum, þá sjáið þið svona cirka hvaða fólk þetta er sem ég er að tala um. Og þannig að við erum í þessum vondum málum og það sem að þessi grunnelement sem koma úr Biblíunni, og það sem að elitumafían í dag er að reyna að brjóta kerfisbundið niður. Það eru atriði eins og Biblían talar að við séum börn Guðs, að við séum við fæðingu öðlustu við ákveðin réttindi, fæðingarrétt. Og Biblían talar mikið alls konar fæðingarrétt og fleira slíkt. Þannig að, og það er ástæðan fyrir að til dæmis Vesturlönd undanfarið hafa verið svona frjáls og blómleg, þessi arfur úr Biblíunni og sérstaklega Nýja testamentinu. Nýja testamentið tekur svona endalegt vippón á þetta mannréttindaníð sem hefur fylgt mannkyn alla tíð. Og þess vegna er mjög mikilvægt að fólk gleymi ekki kristna arfinum sínum og að það varist eftirlíkingar, alls konar rugl eftirlíkingar. Og þið sjáu það allir að kommunismi eða marxismi eða það dæmi allt saman, það er ekki nema kannski 200-300 ára gamalt dæmi. Og þar er bara regla númer 1, útrýma hinu kristnu, loka öllum kirkjum og losna við þessa kristnu. Og til dæmis sem ég mun fara yfir seinna, og það er manifesto frá öldungum síónista. Ekki alltaf í umræðina núna það hvort það sé raunverulegt eða bull eða hvað það er, ég tek það fyrir seinna, en ef við gefum okkur það sé eitthvað til í því. Að þar er grúppa sem að setja niður bara aðgerða plan hvernig á að yfirtaka heiminn. Og þar er í öðrum eða þriðja lið útrýma gjörsamlega hinum kristnu, þess að bara losa alveg það. Og þetta eru allt sem sagt harðræðis, kommunismin, kapitalismin innan gæsalappa og íslam, þessar greinar eru með innbyggt mikið níðskap á fólki og tekur upp þessi grunn mannréttindi sem við erfum frá Guði. Og ástæðan fyrir að þessar stefnur, þessar vondu stefnur vilja
útrýma þessari kristnu arfleið að þeir vilja gefa þér pappír upp á allt sem að þú mátt gera. Og þeir vilja halda því fram að það fylgi fæðingu engin sérstakur réttur. Að manneskjan fæðist ekki með rétt heldur og þarf hún að ávinna sér hann eða fá honum úthlutað frá einhver öðru mannfólki. Og við sjáum bara að Ísland mjög illa haldið af þessum pælingum að þú máttu alla það ekki alveg komið svo langt, þú mátt ekki starta bílnum þínum og að láta blásast út CO2 sem algjörlega skaðlaust efni og öðru svona borga einhverjum vitleysingur skatt eða pening fyrir það sem álíka gáfulegur og aflátsbréfin. Og ég mun fara nákvæmlega yfir global warming blekkinguna og allt það rugl. En þannig að þið sjáu að það mjög margt þarna sem að endurspeglast. Og þess vegna hef ég verið að predika það, ég er alltaf predikari líka. Ég hef verið að predika það að við verðum að skrifa öll lög landsins á íslensku og íslensku sem fólk skilur, ekki ruglísku. Svo annað þetta dómskerfi sem slíkt, kerfið sjálft. Íslandi til dæmis nú að sjá því að undanfarin ár frá hruni þá hafa alþingismenn sagt bara sumi, farið bara í mál eða verði þetta bara í dómstólum. Þannig að Alþingi hefur bara sópað öllu sínu út og sagt bara þið verið bara að fara í dómstóla sjálf og redda ykkur. Hvernig á fólk að gera það? Og svo sjáum við að lögfræði klíkan öll með 20, 30, 40, 50 skall á tíman. Þannig að þeir bíða bara já, látum fólk verja réttindi sín fyrsta sem þú ert að finna það lögfræðing og þeir eru gjörsamlega búin að sitja á hausinn á hann og kemst mér lappirnar inn í dómsal. Og talandi dómsala, þar ríkir nú ekkert lýðræði eða jafnrétti í dómsalnum Til dæmis tökum þingfestingu. Bara þegar þú kemur í dómsalinn, þá eru fornir í helvítis þar. Og þar sita lögfræðingarnir hjá dómaranum. Þeir sita hjá dómaranum, lögfræðingarnir, og þeir almúgin, rollunar. Þær eru að hafa frammi. Þær ekki inn í dómsalum, þeim ýtt út og þar þeir látnir skrifa sig á lista og fleira slíkt og svo kallaður einn og einn inn, kottu inn. Og þá mætir þú með bréfið eða stefnuna og ert alveg skíthræddur og þá sita þarna dómari og lögfræðingar og alls konar lið sem að þú náttúrulega kannski aldrei lent í áður, bara skilvís og allt það. Og þá byrjar bara einhver sirkus Og dómsalur á að vera tveir aðilar, jafnréttháir sem koma fram fyrir dómara. Þannig að allt svona óbúslega vont og mikið óréttlæti. Nú svo kannski ákveður eins og ég að verða svona fávitálagfræðingur að ég ákvað bara að læra á þetta kerfi, læra stefnu og ég lærði að útbúa stefnu og ég lærði að útbúa greinargerð og lagði tölur að vinna í að læra þetta allt saman. Þannig ég lenti líka í næsta dómstigi og þá eru náttúrulega, og ef maður svo heimskur að fara að verja sjálfan sig, þá lögfræðingurinn hinum með við borðið oft vinur dómarans, gamli skólafélaga eða eitthvað slíkt. Þannig að þegar þú kemur inn í dómstafsalinn þá finnur þú strax að þeir eru ágætis félagar. Og svo ertu með stefnu og eða greinargerð eða vörn eða hvað sem þú ert að gera. Og svo hefur gert kannski smá feil. Þú segir kannski út af vörusvikum ætla ég ekki að borga. Nei, það á að orðast ég ætla ekki að borga vegna vörusvika. Það farið í svona næstu bara punkta og kommur til þess að þú tapir nú örugglega málinu. Og einhverjir svona fávitar fara nú ekki að vaða upp í dómsal.
Og ég get meira þess að bakka þetta upp með ákveðri staðreynd að það er reglugerð í dómsmálaráðuneytinu eða innanríkisráðuneytinu eins og heiti nú. Það sem að segja bara hreint út sagt í reglugerð að ef að ég til dæmis vinn mál gegn lögfræðingi og segjum að ég vinni, eða segjum að ég tapi málinu og ég fái dæmdan málskostnað upp á 500.000 eða þess að ég tapa málinu og lögfræðingurinn fær dóma mig að greiða 500.000 krónur í málskostnað. Þá ef að ég vinn málið gegn lögfræðingurum þá reglugerðin það að ég eigi að fá 250.000. Þess að ég er bara hálfdrættingur á við lögfræðinginn. Og þið trúið en kannski að við búum í réttlátu jafningja lýðræði. Þá held ég að sé kominn tími að fara að stilla vekjaraklukkuna. Og það er frábært að stilla vekjaraklukkuna með því að horfa reglulega hérna á mig í Frelsi TV. Og hérna ég bið bara alla velkomna að koma aftur. Ég mun halda áfram með þetta verður sería hjá mér, lögfræði fyrir fávita. Það byggir svolítið á bókunum hana For Dummies. Og teka fram að ég er mest í fávitinn sjálfur og náttúrulega undirstrika það að ég er ekki lögfræðingur eða ekki að gefa fólki lögfræðileg ráð, ég er nú aðra bara tjá mig það sem ég sé í kringum mig og tengja punta og fleira slíkt eins og sönnum samsæringi ber að gera. Svo þakka ég bara fyrir og nú er komið kvöld þannig að ég segi góða nótt.